sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og áfram handbolti. En já, og fimmtudaginn næsta er toppslagur í úrvalsdeild karla. Það er náttúrulega bara deildin að byrja núna aftur nýja leik eftir pásuna, landsleikjarhlið og það eru topplið Selfoss Afturling sem eigast við núna bara á fimmtudaginn á Selfossi og línunni er kominn þjálfari Selfoss Stefán Árnason. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður gestur, sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Já, bara mjög gott. Já, hvernig kemur þú út úr svona landsleikjarhlið? Ég er bara hvíldinni fegin, verður maður ekki að segja það. Bara ótrúlega ferskur og góður. Svona fá smá hlið og maður kemur bara 10 eldur tilbaka. Já, en ef maður þekkir ykkur þjálfarana rétt alveg sama í hvað íþrótt það er, þegar þið eru að fylgjast með landsliðinu þá eru þið ekki sitjandi kjurir í sófónum með það? Nei, maður er bara en svona fyrst og fremst er maður bara áhuga maður og stuðningsmaður þegar landsliðið er að spila. Það er alltaf gaman að horfa á íslenska landsliðið þó kannski það er oft spila betur en það er að gera núna. Á einhvern veginn maður er alltaf spenntur og maður er alltaf bölvandi og fagnandi og þetta er alltaf gaman. Já, nákvæmlega. Hvað stekkur þú oft úr sófónum svona meðaltalið þú ert að horfa á íslenska landsliðið? Já, ég veit það ekki. Ég stekkur nú ekkert upp en maður svona lífið sinni í þetta. Já, nákvæmlega, einmitt. En deildin að byrja á nýja leik og hópurinn er það ekki komin saman hjá þér og hjá öllum liðum? Jú, hann er svona að koma saman. Það var svona í dag og fengum við alla leikmenn tilbaka, menn við erum búin að vera á landsliðsverkefnum og við erum HSI og annars staðar og svona, þannig að það er bara undirbúningur núna fyrir næsta leik og menn að koma saman aftur, þannig að það er bara gaman að geta farið svona aftur í rútínuna og svona tiltalega eðlilegar æfingar, þannig að þegar þetta landsliðstarfir eru þá vantar einn og annan og þá maður svona kannski að leggja annað upp og svona, en nú erum við konar aftur svona í basicina. Já, nákvæmlega. Þú sem þjálfari, þegar leikmenn þínir fara í svona landsliðsverkefni, það er væntanlega að þú ert eða ekki oft jafnvel nægandi negluna bara komið heilir heim. Nei, heldur nú ekki. Ég er nú heila aldrei pælta eitthvað svona. Það er bara fyrst og fremst bara gaman fyrir þessu stráka fá að taka þátt í svona og maður vill náttúrulega bara í rauninni sem flestir þessum yngri leikmennu fá að komast í aðlandslið og æfa svona með þeim bestu á landinu og manni finnst svona ofta mætti nú vera fleiri bara sennilega en eru valdir en það er kannski maður er kannski eitthvað hlutræða með það en ég er til síðan sjálfna stressaður að koma eitthvað slæmið tilbaka. Það er svo bara eitthvað sem að gerist í þess að mann geta meðst að æfingu þar eins og hérna á Selfossi. Já, nákvæmlega, einmitt. En það eru breytingar sem hafa átt sér staðið í Selfoss. Þið missið núna landsliðsmarkvörðinn Grétar Ara Guðjónsson. Já. Og þið brugðust fljótt við og náðu ykkur í hann Einar Ólaf úr Haugum eða ekki? Jú. Það var bara ekkert annað hægt og við vorum bara mjög lánsamir að fá Einar Ólaf sem er maður bara með svona töluverða reynslu í deildinni, búin að vera hjá Haugunum og svona í einhver ár, þannig að ég hef verið samfærður um að hann muni hjálpa okkur, það er alveg klárt. Já, maður fær nú strax einna póstrenda frá ykkur dömum hvort að þessi nýji markmaður eitthvað sé á lausu. Þú voru að spyrja einhvern annan en mig. Þú fylgist ekki með sambúðastöðu leikmanna. Ég veit ekki það. Nei, nákvæmlega. Já. En það er svona aðeins aftur af markmannsmála. Það er, hann Grétar Ari fer yfir í Hauka og mikið að talað um það að hann hafi beðið það sjálfur, Haukar segja það og veist þú eitthvað um það máli eða á maður að sleppa þið að spyrja það þessu? Ég veit bara að Haukarnir hafa verið lengi, ég veit ekki hvað maður að segja. Það er svo sem kannski óþarfi líka að vera kannski að tala eitthvað mikið um menn sem eru farnir í burtu. Það er svona betra bara að tala um þá leikmenn sem eru hjá félaginu en við náttúrulega erum bara þökkum Grétari kærlega fyrir tíman hjá okkur og bara mjög skemmtilegur strákur og bara gaman að vinna með honum og við náttúrulega erum bara stoltir af því að hafa hjálpað honum á þessum 2 mánuðum með okkur og hann hafi getað spilað sín í allandsliði þannig að ég held að ég veit ekki hvort hann hafi verið óvanægir að það eitthvað en það er svo sem hún bara skipti það einhver máli og við bara erum bara
erum með Einar Óla og erum með Helga sem er búin að verja núna átt í, einhver 43-4 skotum við síðustu 2 leikjum, þannig að það er bara, þú veist, næsti maður og við höldum bara áfram, hann gengur þetta. Nákvæmlega, einmitt. Framundan verkefni gegn afturheldingu, topplið afturheldinga sem virðist vera óstöðandi, en það er eitt lið búin að vinna það á leiktíðinni. Já, að við vorum með það, ég held að við erum lánsamir að fá það í byrjun, þá voru þeir ekki alveg klárir í tímabili og það sást að þeir hafa verið miklu betri í þessum leikjum og eftir og við svona fengið þeirra var svona smá og voru ekki alveg konið í gang og en þeir bara eru með fyrirnastert lið og maður er verið að horfa á undanförnu og jafnvel þú vant að binna og Birki verið hálfmittur og þá er þeir bara að vinna þessa leiki samfærandi þannig að þeir eru bara alveg gífulega hættulið og eiginlega hvað lið í dildinni sem er hvað mesta breytt þannig að þetta verður heldur betur verðugt verkefni á 50 og bara mjög spennandi en þeir eru bara svo tappa segurum, bara gífulega styrkir. Nákvæmlega. Og já, í liði afturheldinga, þar er það ekki Selfyssingur sem var að markmaða þar? Jú, það er svo, við varum alltaf Sölvi markmaður, hann er bara stæðið vel, gaman að sjá hvernig hann hefur komið inn, þetta er náttúrulega bara efnilegur strákur og vann titla í gegnum yngjurflokkana og var bara lykilmaður í þeim liðum sem að spila í og bara hæfileikar í markmaður sem að er að nýta sénsi núna þegar Kristoffer er í burtu og það er ennið maður sem aftur ekki á inni hann segir ekki flæðiskir stöndir í hvað sinn leikmann á fór. Já, nákvæmlega, einmitt. En já, svona leikurinn á 50 það er væntanlega mælt með því að mæta tímalega á þannleik því að þetta verði ekki full vallaskólinn nú ekki þekktu fyrir að vera tómur þegar liðið er í efstu deild. Nei, veistu ekki, ég held að ég var bara von á fullum kofa, fullu húsi og það er nú bara búið að vera þannig í vetur að stemmingin með liðinu búið að vera hreinlega ótrúleg og við erum alveg gífulega stoltir að því og þakkjandi bara hversu vel fólkið okkar styður við okkur ekki bara í heimaleikjum, heldur líka í útileikjum og fórum með þess að kannski illa stað, sérstaklega á heimavelli að töpuðum einhverjum fyrstu 3 heimaleikjum en fólki hélt áfram að styðja okkur og hélt betur við náðum við nú að launa en það með 2 sigurum á móti IPVF og náttúrulega svo í byggarnir fullt hús og framlengt og sigur það var ekki, það er ekki annað hægt en að vinna með svona fólk fyrir upp í stúkunni og ég veit bara hvað þetta skiptir strákana miklu mála þeir lifa fyrir það að þetta fólk mæti og styðja þannig að þessi sjálfsstemming hún er að vekja bara alveg gífulega athygli og við erum bara gífulega ánægðir með hana. Nákvæmlega. En topparáttan svona eftir fyrstu umferðina, það sá enginn fyrir sér Selfoss í öðru sæti eftir fyrstu umferðina? Nei, eins er það er nú 1/3 mótinu búinn, það er ekki meira það og það er ekki 18 leikir eftir eða eitthvað og við erum 3 stigum frá hvað er ekki 9. sætinu, þannig að það er ekki meira það ef við tapar bara síðasta leik og erum við held í 7. eða eitthvað, þannig að þetta er bara ef þú vinnur, þá ferðu upp 2 sæti og tapar, það fyrir niður 3-4 og þetta er bara það jafnt og það er nú bara sjarmið við þessu deild, það er svona einhver lið að koma óvart, það er svona spurning hverjir hafa síðan bensínið og úthaldið og bara fyrst og þess gæðin til að halda áfram það er auðvelt að byrja vel, það er auðvelt að þegar maður kemur ferskur, það er auðvelt að svona nýta sér kraftin og stemminguna en síðan svona þegar líður á og sérstaklega þegar fara að koma einhverja blaðagrein að þá snýst þetta að trúa ekki öllu hæpinu og allir vitleysinni heldur frekar að trúa á það sem er að virka, trúa á prinsipinn og vinnureglurnar og þessi sér einkenni að muna það sem er að skila þér og við þurfum að mæta í restina leikjónum og bara taka alveg 100% það er bara einu sénsinn okkar til að ná í stig í þessu leikjum, það er það að mæta og spila okkar allra besta leikjum en ég get alveg lofaði því að 5 sigrar í þessari deild það getur að koma langt. Við erum bara með það eins og þannig að 5 sigrar þessari deild það skila litlu þegar hólminu kona þannig að við þurfum heldur betur að bæta við það ef við ætlum okkur eitthvað. Líkt þú segir 3 stig sem skilur á milli ykkar sem eru í öðru sæti og liðsins Gróttu 9. sæti. Þetta er rosalega lítill munur. Já, það er nú málið þannig að
það ekki bara að horfa á töfluna, það verður að horfa á töfluna eftir þess að 27 leiki en ekki eftir 9. Það nú bara heila málið og þetta bara, það einhver lið sem að byrja illa sem hefast að vera betri og einhver sem að byrja vel sem hefast að dala. Það bara spurning hvaða liðið byrju og það veit enginn. Það bara, þú veist, og það nú svona kannski fegurinn í þessu og þetta nú kannski svona að skemmtilega við sportið að maður alltaf þetta spekulera og spá og greina og það einhverjur að koma óvart en það nú þannig að síðan allt í bara 3-4 umferðum seinna og einhver allt annað komin upp fyrir þér þannig að maður það bara að halda áfram í þessu, þetta ekkert mjög flókið sko. Hérna, það eitt lið sem að situr á botninum, Akureyri, en þeir eru nú ekki nema að reynda 2 sigrum frá Gróttu sem í 9. Það kemur eiginlega óvart, Akureyri sig með fleiri sigra, ég búin að fylgjast með þeim og þeir hafa verið að leika bara gífurlega vel í mörgum leikjum. Hefðu getað unnið til dæmis, allan að geta fengið punkt í Eyjum sem dæmi. Þeir eru yfir á mót aftur eftir einhverja 40 mínútur og svona fleiri leiki, voru góður á mót okkur. Og voru að bæta við þessu útlendingi núna, þannig að ég alveg viss að Akureyri verður ekki svona neðarlega með 3 stig mikið lengur sko. Þeir eftir að blanda sér í baráttuna að kemur eiginlega óvart ef Akureyri mun falla og það þá eitthvað auðveldlega því þeir eru með marga góða leikmenn. Svona í lokin, Stefán, leikurinn á fimmtudaginn og eins og þú segir, það væntanlega búist fullri vallaskóla. Já, við erum bara með ákall til Selfyssinga að mætið og hjálpið okkur, haldið áfram að taka þátt í þessu með okkur. Við erum ekki án fólksins okkar, Selfoss ekki án þess að hafa stuðningin upp í stúkunni, þannig að við bara vonumst alveg innilega til þess að þetta haldi áfram og við munum leggja okkur fram á vellinum, taka og berjast fyrir fólki. Hverju það skila, vitum við ekki, en við munum mæta og gefa okkur alla í leikin og ætla okkur sigur. Það alveg 100%. Nákvæmlega. Stefán Arnarsson, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel á fimmtudaginn. Já, takk fyrir gæstum vel. Bestu þakkir. Já, líkt á Stefánu kominn á þá leikurinn á fimmtudaginn, landsleikja hliði búið. Á fimmtudaginn heil umferð eins og hún leggur sig, 1 leikur klukkan 6, það í Schenkerhöllinni Haukar IPVAF, annars klukkan 7 í K.A. heimilinu Akureyri Stjarnan, svo klukkan 7:30 í Framhúsum Fram Grótta og Selfoss Afturhelding og í Valsvöllinni Valur FH. 2 leikir á sunnudaginn, 1 í íþróttahúsinni Varmá þar sem Afturhelding og Haukar eigast við klukkan 4 og í Hersvöllinni Grótta Akureyri klukkan 4 einnig. Það nú bara þannig. Gaman að Óli-deild karla komin á stað aftur. Við heyrðum í Davíð og Kristinsson fyrr í kvöld þar sem við fórum í gegnum Óli-deild kvenna og stöðum mála og svona. Næstu leikir eru á laugardaginn þar, klukkan 1:30 núna á laugardaginn leikur IPVAF Vals í Vestmannaeyjum, sama tíma í TM-höllinni Stjarnan Fram og svo á klukkan 4 í Schenkerhöllinni Haukar Fylkir og Selfossi á sunnudaginn klukkan 4 Selfoss Grótta. Þannig nú dagskráin í úrvalsdeildunum. Nú í fyrstu deild karla Fjölnir Víkingur í Dalhúsum á föstudaginn klukkan 6, klukkan 7:30 Austurbergi IR Valur og Stjarnanu HK í TM-höllinni. Korter yfir 8 í K.A. heimilinu Hamrarnir Akureyri Það verður nú ábygglega gaman að skella sér á þann leik. Laugardaginn í Vestmannaeyjum IBF KR í Vestmannaeyjum klukkan 7:30 og sunnudaginn á Selfossi klukkan 7:30 Mílan Þróttur. Og í fyrstu deild kvenna í handbolta það voru næstu leikir þannig að það í Digranesinu klukkan 7:30 HK Afturhelding, klukkan 8 í Dalhúsum Fjölnir KA Þór. Svo laugardaginn það voru 2 leikir, 1 klukkan 2 í Kaplakrika FH IR, svo í Valsvöllinni Valur KA Þór klukkan 6:30. Það held ég nú, en við ætlum núna að skipta aðeins yfir í karatean. Ingólfur Snorrason, landsþjálfari, verður hér á línunni innan skams. Við höfum einnig eftir að fara í enska boltan með Freyr Brynjarsinni og svo eftir að heyra í Grindvíkingum Dagur Kár Jónssoni í körfuknattleik. Það held ég nú, sportátturum með ykkur til klukkan 11 kvöld, farið ekki langt.